Herðu, já, við höfum verið að ræða skólakerfi hérna í þessari viku. Við ræddum leikskólana á mánudaginn, framhaldsskólana á þriðjudaginn og grunnskólana í gær og nú er komið að tónlistarskólanum og hingað er komin góður hópur af fólki. Hérna er Hjörleifur Örn Jónsson sem er skólastjóri tónlistarskólans á Akureyri og fulltrúi í fagráði, félags tónlistarskóla kennara. Félagsstjórnenda kennara í tónlistarskóla. Já, og hér er Sigrún Grendal sem er einmitt formaður þess félag kennara og stjórnenda í tónlistarskólanum. Og Júlíana Rún Indriðadóttir, hún er skólastjóri tónskóla Sigursveins Kristlinssonar og Jóhann Ingi Bendisson sem er kennari þar og er líka fulltrúi í fagráðinu. Verið velkomin. Herði, ég hef hérna kallað til fólk svona úr fagfélögum kennara til að ræða skólakerfið þessa vikuna og hugmyndin var náttúrulega svo að kannski umræðan er oft og kannski sérstaklega síðustu mánuði keyrð áfram á fólki sem að kannski er ekki innan úr kerfinu, með mikil gagnrýni á kerfið og kannski svona stundum finnst mann vera byggð upp á því að sko grafa undan trúarleika kerfisins og skapa vantrú. Þess vegna ég fengið hérna kennara og þá sem hafa einsýn inn í þetta og stéttabaráttuna og fagleg mál til að koma hingað. Og ég hef alltaf byrjað á því að ganga var hringinn og spyrja hvað er gott við tónlistarskóla á Íslandi? Já, svona fyrst af öllu þá finnst mér lokkar að segja bara hvað finnst það jákvætt að einhver sýni þessu málefni athygli. Þetta er, menntakerfið er náttúrulega bara undirstaðan undir þróun, samfélagsþróun og hérna einmitt eins og þú segir, þá er umræðan oft verið þegar eitthvað kemur upp og þá talað þetta og svo þegar allt gengur ágætlega þá er svona minna talað það. Það er bara að vera písa byrtist og svo bara ferða niður. En já, hvað er gott í tónlistarskólanum? Það er bara svo ótal margt. Það er bara endurspeglast í skólastarfinu á hverju degi. Það er rosalega mikil fjölbreytni í þessu starfi og það sem er kannski ólíkt hjá okkur ef maður skoða síðan grunn- og leikskóla, framhaldsskóla, það er einmitt þessi fjölbreytni og þessi sveigjanleiki í skólastarfinu. Þetta er náttúrulega einstaklingsmiðað nám, þannig að nemendur eru með sínum kennara, það myndast mjög svona sterkt samband oft á milli nemendur og kennara og við getum þjónustað þessa krakka á miklu persónlegri hátt og við kynnumst þeim rosalega vel. Þannig að við getum einhvern veginn fylgt þeim í gegnum sinn þroska og verið svona handleiðslu aðilar svolítið í gegnum þetta nám, Og ég held við getum ekki talið upp allt þetta jákvæða sem er að gerast í skólanum. Það er svo ótrúlega margt, Það er bara að gefa upp áfram. Sigrún, alltaf áfram að telja hvað er gott við tónlistarskólana á Íslandi. Leiðrétta aðeins þetta. Leiðrétta, ég er Júlíana. Já, fyrirgefðu það. Já, ef við erum að tala um kerfið, þá viljum við bara halda fram að íslenska tónlistarskólakerfið sé einstakt á heimsvísu. Að það er náttúrulega mjög gott raunverulega aðgengi að tónlistarmenntun, að gæða tónlistarmenntun á Íslandi og vegna þess að ef við horfum til útlanda og þá er það nú oftast þannig að ef að fólk hefur aðgang að svona engatímakennslu, gæðakennslu, hljómsveitastarfi og þeim strúktúr sem við erum vön hérna í íslenskum tónlistarskólum, að þá er það annarkvort bara fínir engaskólar, dýrir, eingöngu fyrir þá sem eiga peninga eða þeir eru fyrir þá sem eru sérstaklega talenteraðir en þetta að geta boðið öllum sem var langar að læra á hljóðfæri að geta boðið þeim svona vel flestum, þetta er biðlistar og ekki allir koma stað strax sem vilja, að það er náttúrulega bara frábært og ég held að fólk átti sig ekki alveg á því hvað þetta kerfi er gott kerfi og við þurfum að standa vörðum við það þó við þurfum náttúrulega líka að halda fram að þróa það og breyta því í takt við tíman. Þannig kerfið er í grunninn gott? Ég myndi segja það. Sigrún? Já, ég er Sigrún. Já, ég held að segja kannski það sem að gera þetta kerfi gott er kannski ræturnar, hvaðan við komum þetta kerfi og einkennin í því hvernig það verður til eru mjög eftirsóknarverð og það er kannski það sem að menn þá talandi PISA eru þá að horfa til að sé hluti af lausninni en sem sagt þetta kerfi er skapað og búið til af svona grasrótar starfsemi en í góðu samstarfi allra aðila, fólk sameinast þetta er svona svolítið samfélagsverkefni það er fólki í landinu
svona hollvinafélögin, það fagfólkið sem að leiddi þessa þróun og ríkið kemur með nauðsynlega umgjörð og menn vinna þetta allt saman og menn eru sammála það að til þess að búa til þetta kerfi þá þurfum náttúrulega að koma á kennaramenntun, tónlistarkennaramenntun og þetta bara gert allt mjög skipulega og hér verður til þetta tónlistarskólakerfi sem að nær hringinn í kringum landið og af því að þetta svona alltumlykjandi og umfangir eins og það að þá búum við þennan afrakstur sem að við státum okkur af og það öflugt tónlistarlíf á Íslandi og kannski til þess að bæta því við að þá það kannski afurð af þessu kerfi líka að nú nýlega setja stjórnvöld fyrstu íslensku tónlistarstefnuna og lög tónlist þannig menn að undirbyggja enn frekar vöxt tónlistarinnar sem öflugs bara iðnaðar á Íslandi. Þannig þetta gott við kerfið. Þetta dæmi það hvernig okkur sem þjóð tókst vel til. Þannig við getum verið stolt af því. En bara því að nefnir upp að þegar þetta var stofnað að þá var þetta samfélagslegt verkefni með hvaða markmið? Þá var umboð tónlistarskólanna þá var það náttúrulega svolítið, sótti kannski umboð sitt aftur til 18. aldar þegar hlutverk tónlistarskóla eða tónlistarmenntunar var að mennta fólk fyrir kirkjuna og veraldleg öfl. Þannig hjá okkur var markmiðið, við ætlum að verða sjálfbærum okkar sinfóníuhljómsveit. Við ætluðum að mennta hér tónlistarfólk. Og það gerðum við með þessum hætti og þetta var umboð. Það var skólar sem eru opnir öllum, ekki skóla eins og en svo náttúrulega sem við komum kannski bara inn á seinna, umboði hefur náttúrulega víkkast og brekkast og verkefnin eru allt önnur og meiri í dag. Jóhann, hvernig myndir þú svara spurningunni? Hver eru kostirnir við tónlistarskólanum á Íslandi? Á marga vegu, en bara svona rétt til að taka boltan einmitt af Sigrúnu þarna. Við höfum í þessu kerfi ofboðslega svona, myndi ég segja, gott tækifæri til að einmitt bjóða einstakling upp á mjög einstaklingsbundið nám sem getur verið það að skapa sinfóníu spilara, atvinnutónlistamann á einhvers konar atvinnutónlistamann sem orðið mjög fjölbreytt í dag. En við getum líka bara boðið fólki að þroskast á sinn hátt með tónlist á mjög einstaklingsbundin máta. Nú aftur á móti annað sem að mér finnst vera mjög gott við kerfið svona, sem hefur verið að þróast mjög mikið á síðustu árum að það að segja okkar megin, kennaramegin hefur samtalið innan stéttarinnar verið að aukast gríðarlega mikið. Það að segja faglegt samtal og við höfum svolítið kennarar tekið boltan að reyna að bregðast við því hvað samfélagið vill sjá og höfum verið að þróa bara í samtali starfið áfram og svona ef við tölum hvað eftirsóknarvert við að verða tónlistarkennari í dag, myndi ég segja að það svona leyfi til að vera í samtalinu. Það mega allir hafa skoðanir held ég á þessu í dag. Hvernig kerfið mótast það? Hvernig kerfið mótast? Já, hvernig kerfið mótast og við höfum verið að vinna bara mjög mikið í því síðustu ár. Það í þróun bara núna, myndi ég segja sko. Góðsagan tónlistarskólana einhvern veginn þannig að hingað komu menn á flótta sem kunnu tónlist og Íslendingar kunnu ekki neina tónlist og þeir byggu til tónlistarsenuna og tónlistarnámið. Gylfi Þór Gíslason var menntamálaráðherra og bjó til tónlistarskólana sem ætti að vera opið fyrir alla, þannig að þetta vera alþýðu fólk geta lært á tónlist eins og aðrir. Þetta gat af sér blómlegt tónlistarlíf, heilu kynslóðir af tónlistarfólki sem hefur borið hróður okkur mjög víða. Síðan hefur kerfið farið að hrörna aðeins og það kannski ekki eins opið fyrir alla eins og áður var og þegar maður fer á tónleika hjá tónlistarskólanum þá sér maður þegar maður horfir svona salinn að þetta kannski svona meira millistétta fólk. Það hefur verið millistétt svolítið mikið af asískum innflytjendum. Það ber alltaf svip. Það getur maður líka bara þegar maður fer á hvaða sinfóníuhljómsveit sem í heiminu, þá sér maður að strengja sig til meira og minna frá Asíu. Þannig það einhver kúltúr þar. En þetta
Jú, hérna á að tónlistarskólaninn hafi getið sko krúttkynsluðina og Björk og Sigurrós og ég veit ekki hvað og hérna alla afreiksmennina og Víking Heiðar og sem eru náttúrulega með að fremja miklu stærri afreik heldur en íþróttafólkið okkar í dag. Söngvarar út alla trissur sem kannski tengist í tónlistarskólanum veikt. Er þetta svona? Er þetta söguþráðurinn? Sko, kannski hluti á hann. Hérna, þar sem ég að vinna á Akureyri, þar byrjaði tónlistarstarf einhvern tímann á svona síðar hluta á 19. aldarinnar og það var náttúrulega þannig að við erum þjóð og við þurfum að jarða fólk og við þurfum að gifta fólk og þarna myndast eitthvað svona menning í kringu kirkjurnar og sko það eru sögur af organistum sem eru labbandi yfir heiðar með orgelið sitt til þess að spila í messum og yfir fólki og síðan það sem gerist það kemur kannski seinna þetta með sko erlendu tónlistamennina en þetta var svona aðeins í nútímanum. Já, ég að segja þetta byrjar á Edilstein. Já, en það kannski kjarni málsins er sko hversu mikil stór hluti af menningu og lífi fólks tónlist er. Hún er einhvað sem er bara allstaðar í heiminum og hún er einhvað sem er mjög stór hluti af uppruna mannkyns bara og samfélags byggingu samfélags og hefur fylgt okkur í gegnum sko árþúsundir og þetta er í rauninni bara það sem er að gerast eins og þegar þetta fer að stað á Íslandi þá er þetta svona ástríð fólk sem að fer að stað og gerir hluti, það eru sögur af mönnum sem eru að setja saman söngkópa í kringum 1910-20 og fara í söngferði jafnvel fyrir aldamótin, fara í söngferði til Noregs á þessu tíma þar sem að þú fórst ekkert mikið erlendis, eru að fylla skip með farmum á Íslandi, sigla til Noregs, selja farminn þar, koma svo aftur og skipuleggja ferðina í Noregi, koma aftur og nota ágóðan til þess að fara í söngferð árið eftir. Þetta er allt saman þaðan sem þetta kemur, þetta er raunverulegt og þetta er mikilvægt fyrir fólk. Þetta er eitthvað sem er ekki söluvara, þetta er ekki iðnaður, þetta er eitthvað sem er bara hluti af því að vera manneskja. Og ég held að sko, eitt af það sem hefur gerst á síðustu kannski 20-30 árunum, sérstaklega kannski 20 árunum, er þegar við byrjum að tala um iðnað, þegar við byrjum að tala um allt fyrir að standa undir sér og verðgildi og þetta allt saman, þá gleymist þetta svolítið. Það gleymist svolítið að börnin okkar og við sem manneskjur, við þurfum þetta. Þetta er ekki bara eitthvað svona sem er dregið upp til hátíðabrigða, heldur þetta er bara raunverulegur hlutur af því að vera manneskja. Og það er kannski, ef við erum að tala um það sem að betur mætti fara, það sem að endurspeglar kannski eins og samfélagið, vegna þess að tónlistarskólan er bara hluti af samfélaginu. Vandamál tónlistarskólana eru bara endurspeglanum því sem er að gerast í samfélaginu og það er eitthvað gildismat sem að hefur þessi áhrif verið farin að horfa á svona húmaníska hluti eins og þetta sem eitthvað annað en það er og það er kannski það sem er svolítið að valda miskilningi, og svo vera að raða þessu niður. Ég er ekki alveg að sjá þetta í mínu skóla sem við talum sko með stéttaskiptingu millistétt. Ég held að það sé að við meira tónlistarskólan fyrir og maður sér þetta reyndar að keppnum sem eru hvað heitir þetta, nótan og líka sem er svona meiri alþýðumúsík að þá sér maður svolítið á krökkunum sem er að mæta að það er eins og þessu gömlu tónlistarskólanir séu út á landið. Þetta er bara sem ég bara að reyna að meta þetta eins og ég sé ekki í strætó fram mér sko. Þetta er ekki rannsókn en þetta er svona tilfinning sem ég hef. Já, þeir eru náttúrulega mjög misjafnir að gerð og ólíkir skólarnir um all land og það er eitt af þessi frábæra við þetta kerfi það spilar mjög vel með sínu nærsamfélagi. En eins og í skólanum okkar þá sé ég með vegna þess að það er ekki fjárhagslega höftundilega sem að valda því að fólk kemst ekki í tónlistarnám vegna þess að það er niðurgreitt og skólagjöldin eru nú ekkit rosalega á mörgum stöðum. Það hefur verið talað um þetta í umræðu frístundakortið og annað slíkt að það dugar aldrei þú kannski getur borgað æfingagjöldin í íþróttin en þú átt ekki fyrir búningunum, þú átt ekki fyrir ferðalaginu og þú getur farið að borga kennaranum en þú átt ekki fiðlu. Nei, akkurat, og við reynum að leysa það sem ég er að segja er sko þetta með mikilvægi tónlistar. Ég sé nefnilega sko mjög mikið af börnum
af erlendum uppruna sækja í tónlistarskólanum hjá okkur og koma inn í skólan okkar með takmörku fjárráð og allt það, þú veist. En það sem að mér finnst vera að endurspegla svolítið núna að foreldrar þeirra, það er eins og þau skilji jafnvel betur mikilvægi tónlistar og menningar og þess fyrir þroska þeirra barna heldur en við erum að gera jafnvel fyrir okkur eigin börn. Sem að mér finnst vera kannski hluti þessu stóra máli sem hvað er gildismatið okkar og hvað erum við að horfa þegar við hugsum um þessa hluti. Þeir eru búin að aðskilja því frá því sem það raunverulega sem bara hluti af mannlegu eðli, eða er þetta orðin einhver söluvar, þetta orðið eitthvað annað sem er ekki raunverulegt. Júlíana, er eitthvað til í því að þegar kerfið er svona fest í sessi, kannski á 7. áratugnum, að þá hefur hugmyndin verið svo að þarna ættu allir að hafa aðgengi að og þetta væri bara og ættu að drífast áfram bara áhuga hvers fyrir sig, en við vorum líka að lyfta upp samfélaginu, en núna sé kannski svona einhvers peningasjónarmið fyrir að koma á að vera að meta það hvort að þurfa að framleiða hljóðfæraleikara eða tónlistarfólk og að verði erfiðara fyrir krakka af efnaminni heimilum að sækja inn í þennan heim. Já, sko ég held nú ekki vegna þess að við höfum bara mörg sem sagt verið einmitt að vinna mjög bara markvisst í því að ná til hópa sem hafa ekki verið hluti af þessu samfélagi sem sagt, sem hafa verið að flytja til Íslands, eru kannski ekkit vanið því að börn fari í tónlistarskóla yfir höfuð og maður þarf alveg í góðri samvinnu grunnskólan, þá getum við nálgast þessa hópa mjög vel og við gerum, sem sagt, bjóðum upp á aðra leiðir og ódýrara, sem sagt, komið til móts við fólk, þannig að þessi að námið, sem sagt, frístundastyrkurinn til dæmis dugi fyrir námsgjöldunum og höfum einmitt verið að prófa fara aðrar náms, hefur verið með annars konar formanámi og við erum búin að ná bara mjög góðum árangri og talandi nefnir að það sé ekki að sé svona einsleitur hópur sem eru tónleikum, það er ekki, þá er þetta að koma upp í Breiðholt á tónleika, það eru bara 80% útlendingar og það er náttúrulega mjög góð þróun og bara ánægilegt. Kerfið virkar þannig ennþá, það er opið fyrir alla. Já, það er ekki konar eitthvað svona hindranir út af kostnaði eða kúltúr, það líka. Nei, við verðum náttúrulega að reyna að halda þessum skólagjöldum í lágmarki, sem sagt. Það er, og sem sagt, já, að það er ekki að vera hindrun. Þannig að þetta er ekki vandamál. Sko, það fækkar bara. Ég myndi segja að það sé ákveðin vandi að það er stór hluti af okkar samfélagi sem að veit ekki að það sé til tónlistarskólar. Þannig kannski inn í tónlistarskólanum erum við verðum ekki vör við það eru biðlistar og það kemur að alls konar fólk, en það sem við sem erum svona að rýna í þetta að þá erum við bæði eins og hérna hefur komið fram að það eru ákveðnir einstaklingar frá ólíkum menningarheimum sem að jafnvel leggja áherslu á þetta og þú sért andlitin sem að endurspegla fjölmenninguna en svo eru aðrir hópar í fjölmenningu og það er lagskipting í samfélaginu sem að þetta er ekki hluti af þeirra hversdagsleika eða kultúr, þannig þeim eiginlega kemur ekki til hugar að þetta sé eitthvað sem að þeim standi til boða. Og það sló mig... Sem er ekki gott. Nei, sem er ekki gott. Við sem samfélag þurfum á þessum krökkum að halda. Og það sem að er þetta, og við erum alls sammála það. Sko stefnumörkun bæði Reykjavíkurborgar og núna tónlistarstefna að það er nú bara kveðið, það skýrt að orði að það sé hlutverk stjórnvalda að tryggja aðgengi almennings að tónlist og tónlistarmenntun. Þannig það má segja að þetta endurspegli svolítið hugmyndafræðina á síðustu öld, en hvort að því þú nefndir það að hvort þetta hafi verið þannig eins og menn orðuðu það. Eða hvort ég sé að nota einhverja hugmyndu fortíðina til þess að lemja á nútíðinni eins og maður gerist stundum. En sko hugmyndin þetta var framsýnt og menn tóku höndum saman um þessa sýn og það má kannski segja að við sem að koma aftur þá til þess núna, það er sama sýnin, það þarf að tryggja aðgengi allra, en við þurfum náttúrulega að huga því að alveg eins og þegar menn tala brottfall úr framhaldsskóla eða hvað slíkt,
að hverjir fóru í framhaldsskóla á hvaða tíma, hvernig var, við erum í allt öðru samfélagi í dag heldur en En það hefur á spjaldinu sem að kennarasambandi var að gefa út, þá kemur meðal fram að nemum í tónlistarskólum fækkar. Já, og það þá myndi mig gruna að það fækkar helst í þeim sem að við erum að tala hér, sem að þurfa kannski svona smá stuðning á Já, það sem málið Börn tónlistarfólks er það í skólanum áfram? Sko, þó að ég tali fallega að við séum með fallega stefnu og stjórnvöld eiga að tryggja aðgengi almennings, allra að tónlistarmenntun og tónlist að þá það náttúrulega bara hálfsagan sögð ef að fjármagn fylgir ekki og það sem að skýrir þessar tölur af hlutfallsleg fækkun nemenda í tónlistarskólum frá 2009 og fram til þessa dags er 28% með að teknu tilliti til mannfjöldaþróunar að þarna fer bara ekki saman eins og mann segir hljóðumynd menn leggja áherslu á þetta en fjármagni fylgir ekki þannig það sem mann geta lært af því hvernig við byggðum þetta kerfi upp að þar voru menn samhentir það sinntu allir sínu hlutverki tryggðu fjármögnun með lögum fjárhagslegum stuðningi við tónlistarskóla en reyndin svo að við erum enn með sömu löggjöf á stofnunum til frá 1963 þannig að þetta hefur við skulum segja að menn hafa þetta hefur setið eftir umgjörðin sem þarf að vera til þess að við getum framkvæmt stefnuna. Þetta er eiginlega þráður í þessum samtölum sem ég hef haft í vikunni að við erum með fína stefnu en það er svo að gleymst að setja svona framkvæmda áætlunina hvernig við ætlum að koma inn í gegn. Já, og umgjörðina til þess að fleyta hlutunum áfram, leyfa skólanum að þróast. Það er leikskólinn segir þetta, grunnskólinn segir þetta, framhaldsskólinn segir þetta og nú þið að segja það. Þú vildir skjóta inn? Má ég aðeins bara halda áfram með þetta. Sko, þessi fækkun, hún hefur ekki með það að gera held ég að það sé minni aðsókn. Nei. Hún hefur með það að gera að sveitarfélögin hafa ýmist dregið úr framlögum eða ekki bætt í eins og þyrfti að gera í stórum sveitarfélögum sem hafa vaxið mjög mikið eins og Reykjavík og Kópavogur og þar hefur ekki verið hægt að fá meiri kvóta vegna sem við fáum náttúrulega bara ákveðin stundafjölda. En eru þau ekki að bakka svolítið út úr því kerfi að styrkja tónlistarskólana og segja bara já, við erum með frístundastyrkina. Það er eiginlega okkar aðalstuðningur. Já, en það náttúrulega er allt annar hluti. Nú erum við að tala sko að vegna þess að tónlistarskólakerfið er jú rekið þannig að kennslukostnaður á að vera greiddur á sveitarfélögunum og það er náttúrulega aðal kostnaðurinn. Og við erum að nota skólagjöldin bara í annan rekstur. En og það er stóra málið að það hefur ekki verið vilji fyrir því að auka stækka þennan kvóta. Þó við kannski margoft sótt það, sérstaklega eins og í Reykjavík. Já, ég er að spyrja þetta svona í alvörunni af því að það er svona áður var það þannig að sveitarfélögin sköffuðu tónlistarskólunum fé í íþróttafélögunum og eitthvað fleira en þegar að frístundastyrkinni koma þá er svolítið svona fókusin á það að eins og að það fjármögnin eigi að koma þar og verður bara minni áhugi á sveitarfélögunum að byggja upp stofnanir vegna þess að fókusin er það að byggja upp markað fyrir tómstundir og skólastarf barna. Sko það er reyndar þannig í lögum fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla að þá greiða sveitarfélög kennslukostnaðinn. Það er bara í þessum lögum, þessum ágættu lögum. En þeir segja bara að þið fáið bara þennan pening og bara við ætlum ekki að hækka það. En það er og skólagjöld eiga að fara í annan rekstrarkostnað. Þannig að svona það eru þetta og frístundastyrkurinn hann nær náttúrulega afskaplega dugir skamt sko. Þannig það er eins og ég lítið það veruleikin er þannig að tónlistarnám er ekki aðgengilegt öllum og háð efnahag. Og þegar við höfum núna, við getum fagnað því að við erum að tala um það sem er jákvætt og gott að Líka, við erum líka þannig. Líka að nú nýverið voru brugðustu því sem við höfum reynt að hamra á mjög lengi að því ójafnt rétti að nemendur sem ætla að leggja fyrir sér tónlist þurfa að greiða gríðarlega há skólagjöld í listaháskólanum og nú voru þau lögð niður og þá
það hjálpar okkur stóra vandan sem hérna bara knýjandi og aðkallandi nýliðunar þörf í stétt tónlistarskólakennara ef við ætlum að viðhalda þessu kerfi. En ef að menn ætla að tryggja aðgengið og jafnréttið þá þurfum við núna að taka neðri stig og gera eins og Listaháskólinn og fleiri háskólar að aðgengi að tónlistarmenntun og þessi jafnrétti gagnvart öðru námi eins og í framhaldsskólum að það sé ekki háð skólagjöld. Ég þekki þetta, dóttir mín bæði í MH og MIT, menntaskólanum í tónlist og við látum ykkur smá peninga í MH en það eru bara töluverðar upphæðir sem eru í skólagjöldunum í MIT. Það er náttúrulega varandi þetta með aðsókn í tónlistarskóla og fjölda nemenda að á meðan að nemendum hefur fækkað í tónlistarskólum þá er ekki eins mikil fækkun á biðlistum. Nei. Það eru ákveðnar hömlur hjá sveitarfélögum. Það er ekki fækkað vegna þess að það er minni eftirspurn. Nei, ekki endilega. Svo er annað í þessu sem er vissulega, mér finnst vera áhyggjuefni, það er á meðan við horfum á að allar rannsóknir sýna að tónlistar vinna með fólki getur skipt miklu máli á öllum aldri og tónlist getur þýtt ýmislegt fyrir einstaklinginn, hvort sem að þú getur verið mjög persónulegt, getur verið atvinnu, skapandi, getur verið hvað sem er, en því miður hafa sveitarfélög og ríki verið að kasta boltanum mikið á milli sín og núna er kannski því miður komin sú staða að það hefur ákveðin áhrif þegar þú ert orðin 18 ára sumstaðar að ef þú ert ekki komin ákveðin langt í námi þá áttu ekki rétt á þessari niðurgreiðslu. Það finnst mér alls ekki verið í takt við það faglega starf sem að við höfum verið að reyna að gera. Við höfum verið að reyna að átta okkur á því hvernig getum við útvíkkað okkar vinnu út frá þessu sem var, að við erum ekki lengur bara að skapa sinfóníufólk þó að við séum vissulega að því líka. Við erum að gera þetta út af svo mörgum ástæðum og fólk á öllum aldrei ætti í rauninni eiga rétt á að finna sína leið í gegnum það finnst mér. En nú er svolítið... Ertu að tala bara tónlistarnámi eins og bara þjálfun í persónulegri hæfni, bara svipað og líkamsrækt og eitthvað svoleiðis? Það getur bara verið svo margt, alveg eins og tónlist er svo margt fyrir okkur, þetta er svo persónubundið. En ég get hins vegar að gefa bara mjög skýrt dæmi. Ég byrjaði mjög seint í tónlistarnámi og ég held að ég hafi tekið mitt fyrsta stigspróf fyrsta árið mitt í framhaldsskóla. Ég hefði ekki náð nógu langt innan kerfisins til að geta haldið áfram en hins vegar hef ég verið starfandi tónlistarkennari yfir 20 ár og ég þekki rosalega marga innan tónlistarskólana sem að segja sömu sögu. En breyttist kerfið? Náðu þú í gegn í gamla kerfinu en myndir ekki ná í gegn í dag? Ég myndi ekki ná í gegn. Leyfðu mér að Júlíana. Nei, bara vegna þess að hann er að tala út frá alveg nýjum reglum Reykjavíkurborgar það sem að þeir greiða ekki kennslukostnað nemenda 18 ára eldri sem eru í grunn- og miðnámi. Það er í lagi út búin að taka komin í framhaldsnám vegna þess að þá greiður jöfnunarsjóður kennslukostnaðinn en núna var ákveðið mjög skyndilega og harkalega að breyta þessu svona. Þetta er sérstaklega slæmt fyrir nemendur í ritmísku námi og ég meina þetta er bara svo að nemendur kannski sem langar að fara að læra á rafgítar eða rafbassa og það sem fólk er ofta að byrja aðeins seinna heldur í klassíska náminu að það bara á enga möguleika. Það er bara orðið útiloka frá skólanum vegna þess að þú nærið ekki að klára miðpróf 18 ára gamall þegar þú byrjar bara 15 og 16. Ég myndi borga allan kostnaðinn sem að Já, ég meina þeir myndu sem er mikill kostnaður að hafa einn kennara og nemenda. Það er engin heimild fyrir því heldur fyrir skólan að rukka nemendur fyrir kennslukostnaðinn. Vegna þess að við fáum kennslukostnaðinn greiddan af sveitarfélaginu okkar og þá megum við ekki rukka nemendur skólagjöld fyrir kennslukostnaðinn. Það er bara bundið í lög. Nei, ekki enga skólinn. En er það að því að við erum að tala þetta
Það er náttúrulega leikskólanir eru eins og þeir eru, það er ekki skólaskylda þar og það er ekki eins og skylda sveitarfélagina á því en samt er það bara svona samfélagslega viðurkennt að öll börn eigi rétt á að fara í leikskóla og það verður með skólaskyldur í grunnskólanum og fræðsluskyldu alveg upp í 18 ár og framhaldsskólana en þið eru á einhvern allt öðru þessu svæði, þið eru svona, það er ekki skólaskylda í tónlist. Nei. Og svo ég ætla nú að nefna það áðan að það er náttúrulega miklu, ég held að sem minni raunverulega tónlistarkennsla í skólum, í grunnskólunum sem börnin mín hafa fengið heldur ég fekk sko. Því það er eins og hafi dofnað yfir það og kannski hugmyndin svo á þið að sjá þetta en það var til dæmis í Vogaskóla þegar Gvendur Skalli var yfirkennari og það var mikil tónlistarkennsla. Þannig að þið myndu aðeins útskýra það sko á hvaða ég veit ekki, markaði eða svæði þið eru að vinna sko. Hvernig er þetta fjármagnað? Svo ég fari aftur í ræturnar að á sínum tíma þegar við vorum að byggja upp tónlistarskólakerfið að þá litum við á tónmendakennslu í almenna skólakerfinu sem hluta af þeirri heild og það var á sama tíma í samstarfi tónlistarskóla og ríkis sett á stofn nám, kennaramentun nám fyrir söngkennslu þá og tónmendakennslu. Í dag það er ekki skólaskylda en í allri umræðu og gerjun núna í heiminum og því flókna samfélagi sem við búum í að þá eru alltaf að koma ríkari og sterkari sjónarmið þá veru að kannski þurfi að festa þetta betur í sessi vegna þess að við þurfum á því að halda. Það bara til þess að halda ákveðnum balans í svona þroska samfélaga og í sumum löndum er þetta sveitarfélög eiga að standa að einhvers konar framboði í samvinnu við önnur eða ein fyrir að tónlist og list og þetta erum við algjörlega á að eigi að festa í sessi. Þetta er einstakt fyrir okkar land að vera með tónlistarskólakerfi allar hringinn í kringum landið og við eigum að lögfesta það. Menn ráða síðan hvað þeir bjóðu upp á mikið, það er enginn að taka af þeim sjálfstjórnan réttin og þá finnst manni líka að því að þetta eru mannréttindi og þetta eru svona grunnþarfir viljum við meina sem að trúum á mátt og gildi tónlistar og mikilvægi að til þess að tryggja aðgengi allra og til þess að tónlist fái að skila því sem hún getur til sem flestra þá á að gera það að skyldu okkar mati í leikskólum að þar fari fram tónlistarkennsla og tónlistarmenntun. Sko þannig að við sem samfélag... En hún tollir ekki einu sinni inn í grunnskólum sko. Nei, og það er ég talaði við, ég manna skólastjóra Austurbæjarskóla og ég segi hvað það á að vera leiklist okkar fleira og við getum ekki ráðið neitt. Ég skal bara ráða einhvern í þetta og þá var að hljóma þetta þannig eins og listnámi væri það fyrsta sem að skólastjórin væri að höggva af til þess að bara standa eitthvað budget sko. Bara einn punktur og svo Júlína tekur hana bolta að þar vil ég segja að við erum að gjalda þess að umgjörðin sem menn voru svo sammála að þyrfti upp úr meiri síðustu öld að hún hefur ekki fylgt þróun samfélagsins og þess vegna stendur þetta ekki eins styrkum stoðum og það hefur þessi áhrif viðhorfi til mikilvægis listnáms þetta held í hendur og til þess að við getum þá haldið áfram að vera leiðandi eins og ég vil meina, við höfum verið og frá upphafi að þá þurfum við þetta umgjörð og farvegin og það skortir skilning stjórnvalda fyrir þessum hlutum. Já, ætla að halda aðeins áfram með þetta með tónlistarkennsluna í grunnskólum að það er náttúrulega bara afskaplega slæm þróun sem hefur átt sér stað vegna þess að henni er ekki sinnt í bara vel flestum skólum held ég og það eru ýmsar ástæður fyrir því og það er náttúrulega skortur á kennurum, á menntum tónmenntakennurum og það er líka skortur á kennurum sem að vilja kannski vinna við þær aðstæður sem er boðið upp á að allt og stóra hópa og slíkt en og þetta er eitthvað sem bara verður að breytast að komi meiri tónlistarkennsla inn í grunnskólana
og það nú vísu, það sem betur verið átaki í gangi að efla söng og en þetta eitthvað sem bara þarf virkilega að fara að vinna markvisst í að mennta fleiri tónlistarkennara og fá fleira fólk til þess að vinna í tónlistarkennslu og tónlistarskólakerfið sem ekki eina kerfið sem á að sinna tónlistarkennslu að mínu mati, vegna þess að til þess að allir geti notið þess að þá náttúrulega nauðsynlegt að vera á þeim stað þar sem allir eru í leikskólanum, í grunnskólanum en hins vegar getum við líka gert þetta í mjög góðri samvinnu og víða náttúrulega út á landi eru sérstaklega mikil samvinnu milli tónlistarskóla og grunnskóla þar sem að tónlistarskólinn veitir eða beinir starfskröftum eða tekur að sér tónlistarkennsluna og svo sem líka hefum við gert þetta líka einhverju leyti í Reykjavík en það svona kannski flóknari aðstæður en sumstaðar bara þetta alveg hægt þannig að það náttúrulega upplagt þegar við búum að þessara fagþekkingu og höfum fólki til þess að sinna þessu að ef við getum komist í samstarf og við erum líka í samstarf við framhaldsskóla og þannig að já, en þarna þarf virkilega að gera eitthvað. Ég sem foreldri og stundum velti fyrir mér okkur kemur ekki bara kennarinn í skólan, fyrirlukennarinn í staðinn fyrir að foreldrar séu alltaf að keyra börnin hérna fram og tilbaka. Sko, það eru margir skólar sem gera það. Það gera það? Já, og ég hugsa kannski í minni samfélögum þá sé það kannski meira í þetta allan hjá okkur þá eru kennarar okkar að fara inn í grunnskólan á skólatíma á mótnana þess að kenna í hálftíma, taka nemendur út í tíma og svo framvegis. Og þetta með tónmenntakennsluna sko, þetta ansi alvarlegt mál að það virðist að dotti niður tónmenntakennsla bara í liggu við allir grunnskólum landsins bara á svona síðasta áratug eða kannski það á undan og hugsanlega eins og Sigrún var að minnast á þú veist hefur eitthvað með sko skipulagsbreytingar að gera og kerfið hafi ekki tekið almennilega utan um það og þarna við sko að svolítið að díla við það við erum hér tónlistarskólakerfi og við erum með menntaða tónlistarkennara sem eru sérfræðingar í að kenna tónlist og hljóðfæri og tónfræði og svo framvegis en það ekki okkar hlutverk að kenna tónmennt í grunnskólum það á í rauninni ábyrgð grunnskólastjóra að gera það og það hefur fækkað gríðarlega mikið tónmenntakennurum fólki sem hefur menntun og hæfni til þess að sinna þessu starfi og í rauninni ekki hægt að álasa skólastjórum vegna þess að margir hafa bara reynt að auglýsa stöður tónmentakennara hafa bara engi sótt og ég veit að ég er búin að horfa upp á þetta í 10-15 ár á Akureyri og við stöndum svona til hliðar og erum alltaf að hugsa ok, þessu verðum við að leggja lið við erum búin að reyna 3 sinnum að fara inn með eitthvað svona prógram í grunnskólana og nú erum við enn einu sinni að gera það og í þetta skipti held ég bara byggt á þeirri reynslu sem við höfum held ég að það bara mjög spennandi það sem við erum að fara að gera við erum einfaldlega að fara að kenna tónmennt inn í öllum grunnskólum Akureyrarbæjar í einhverju rúllu og við erum með 3 sérfræðinga í því sem eru búin að helga sér þessu í lífinu og þau fara þarna á milli og við sjáum bara hvernig það verður. En þetta bara þetta hluti af stærra vandamáli sem okkur vantar kennara og ég held að það sé bara þannig á öllum skólastigum og öllum skólum að það vantar hæft fólk til þess að kenna og þá og vandinn vex og ég held satt að segja, ok, við getum að rætta praktíska hluti en það hefur alveg rosalega mikið eins og við erum að segja ára því við erum bara þverskurður í samfélaginu með gildismatið í samfélaginu almennt, hvað það að vera kennari það ekki eftirsóknarvert að vera kennari þú veist, það ekki eftirsóknarvert að vinna með því sem mikilvægast fyrir hverja einustu manneski í þessu landi sem á fjölskyldu sem eru börnin þeirra þú veist, erum við virkilega að setja það svona neðarlega í forgangsröðuna sem þjóð sem segir að það sem skiptir mestu máli í lífinu séu fjölskyldan og númer 2 vinirnir og númer 3 peningarnir sko. að sú þjóð skuli ekki átta sig á því að við erum að forgangsraða vitlaust í þessu samfélagi það það sem að valda þessu vandamáli veist, það ekki eftirsóknarvert að vera kennari vegna það einhvern veginn ég veit ekki, það óæðra? Það, þú veist, að þú ert að vinna með börnum, það eitthvað mikið minna virði að gera það? Kannski bara fyrst ekki vinna í banka? Já, fyrst ekki vinna í banka. Ég meina, auðvitað sem fjölskyldufæðir og hugsaðu það. Þú veist, þetta eru peningarnir, ég get bara haft það fínt, sko. En þetta ekki að endurspegla grunngildi þjóðarinnar. Talandi gildismat og að því að ég held að í sama við hrörnum til þess myndlistarkennslu, ég held að ég hef fengið meiri myndlistarkennslu heldur en börn mín, það bara þannig. Og mér finnst þetta svo skrítið vegna þess að við erum með svona menntun einhvern veginn á okkur tímamótum og ég meina við getum ekki verið að hlaða einhverju þekkingun í börnin og þannig að við ættum helst að vera bara að efla persónuhæfni þeirra og ég bara veit ekki neitt sem betra til þess að æfa persónuhæfni heldur en bara leiklist, tónlist, myndlist. Það bara
Það er bara kannski bara samtal eða ég myndi halda það. Já, en svo horfum maður á grunnskólana og það akkurat þessi þættir sem eru að dofna. Ég held samt að núna ég held að fólk átti sig alveg á þessu. Ég held að gott dæmi sé söngurinn. Nú erum við sem samfélag að átta okkur aðeins á því, já, söngurinn þagnaði í grunnskólanum. Það er að hafa einhver áhrif og við finnum það. Og nú hvernig áhrif? Já, ég held að bara mitt persónulega mat er að áhrifin séu bara að við eigum minna sameiginlegan vettvang söngur að sitja saman síðan svona heilandi fyrir hópinn. Já, algjörlega. Fyrir utan það að núna sjáum við náttúrulega bara hreint og beint verkfæri þegar við erum komin í fjölbreyttara samfélag og það er fullt af krökkum í skólunum sem eru kannski ekkert endilega mjög færi í íslensku. Það gerist eiginlega valla mikið betri tól til að kenna orðaforða heldur en söngur. Þannig að það er svo margt sem þetta getur gefið gott og núna er verið að reyna að vinna í þessu og ég held að fólk sjá alveg líka í kjölfarið því, ok, ef við getum unnið með söng á skóla, það vantar líka, það er aðeins svo mikil þögn, það er ekki nógu margir tónar í grunnskólanum. Ég held að ef að þetta með söngin heppnist og ef við getum þá sé næsta skref að finna góða samvinnu einmitt, ég held að það sé bara mjög sniðugt að finna góða samvinnu með tónlistarskólunum og með tónmenntakennurum og reyna að vinna það aðeins upp, en ég held við þurfum svolítið að vinna þetta frá grunni, já, okkur vantar þetta, söngurinn, tónmenntakennslan, hvernig sem við gerum það og þú veist, ég held að við séum á þeim stað að vita af þessu sem samfélag. Hverju eru við í þessu? Bara við, samfélagið. Það er oft sem eru við viljum og við ákveðum, svo er bara einhverju aðri sem ákveða að gera eitthvað annað, eða gera það ekki. En ef ég má koma aðeins inn í þetta, að við hér sem að trúum og vitum hvað það felst mikill máttur í tónlist og hvað tækifæri eru fólkin í að nýta þessa auðlind okkar, sameiginlega auðlind, betur, að það er eiginlega hvert sem að lítur núna í umræðinni hvað sem það er PISA og af hverju fer alltaf niður að við sama hvað við gerum og menn koma með alls konar áætlanir og menn eru sammála samt það dugir ekki að koma með einfaldara lausnir, eitthvað svona, stoppa ykkur göt, en samt eru menn pínlítið fastri því sem að var samt verið að ræða fyrir 1-2 áratugum. Það þýðir ekkert lengur að gera bara áfram meira því sama en menn gera það samt. Og það sem að mér finnst áberandi í alls konar samtökum tónlistarháskóla í Evrópu eða bara UNESCO, menningarstofnun Sameinuðu þjóðanna sem hélt þessu ári 3. alheimsráðstefnu sína listfræðslu, mikilvægi hennar, að þar segja þeir bara mjög skýrt, það er ekkert að tala um gæðamenntun nema bara listur og menning séu stór hluti þar af. Og þetta endurspeglar nákvæmlega það sama og svona þeir sem voru í þessari mennta umræðu fyrir 10-15 árum og þá var þetta þýðir ekki halda áfram á sömu braut. Leiðin að því að ná umbótum er svo að ef að kerfið er þetta er menntakerfið, þurfum að fylla inn í þetta box eins mikið við getum af listum og menningu. Þetta nýta þessi tæki á allan þann margvíslega hátt sem hægt er að nota og þetta rímar þá líka við það sem að ef við tölum til dæmis bara, þú talar hverjir eru á nótunni, hvernig í dag stuðlaru að góðum árangri. Þú getur ekki lengur í tónlistarnámi bara barið með reglustrykk á puttana. Eina leiðin er svo að stuðla að heildstæðum þroska einstaklingsins. Að hann, einmitt eins og við tölum í skólakerfinu, vilji
hann sé virkur og hann vilji og hafi áhuga. Og það í dag að nota tónlistina, menn eru að tala í PISA, við erum stundum okkur ekki vel í mælingu varðandi samkennd og samvinnu. Ok, tækifæri í tónlistarskólunum? Þeir sem að standa höllum fæti, það mælanlegt að þeir standa sig verr. Ok, tækifæri í tónlistinni? Nú það eru til dæmis bara rannsóknir sem segja það á gildi tónlistarkennslu og menntunar á leikskólaaldri. Þar kemur það best til góða fyrir einstaklinginn, því þetta voru raunverulega stækkar, þroskar heilaðinn. Þetta stuðlar að fleiri tengingu sem myndast. Og það sem meiri áhrifin eru mest hjá þeim sem eru á einhvern hátt standa höllum fæti með greiningur og slíkt. Ef við vitum þetta, af hverju horfum við ekki til heiltækra nálgana og samvirkni og samvinnu eins og við boðum, eins og sagt í tillögum í PISA-skýrslunni. Sko, þannig það vantar bara við iðkum það sem við erum að segja. Kannski Katrín sá að það sem að drífur áfram umræðu skólamál á Íslandi eru samþykktir Viðskiptaráðs og Samtaka atvinnulífsins. Já, það má náttúrulega segja það við séum Það bara þannig. Og það það sem að stjórnmálamenn hlusta á, það bara því miður. En kannski aðeins áfram með þetta. Fóru að tillögur eins og stytting framhaldsskólans, það var enginn að biðja það nema Samtök atvinnulífsins. Samt var það raunveruleika. Það þarf bara meiri sköpunar bæði kraft og kjark í stjórn, það sem að halda sprotann, sko. Já, mér langar aðeins varðandi eins og hún nefnir að listkennsla hefur minnkað í grunnskólum og það synd að stjórnvöld eða stjórnendur sjá ekki þessi góðu áhrif einmitt sem að listkennsla hefur og þetta ekki séríslenskt vandamál. Þarna erlendir saman alltaf verið gera kannanir og rannsóknir á því að einmitt í skólum þar sem að listkennslu gert hátt undir höfði, að þar námsárangurinn betri. Þetta bara margoft komið fram. Og talandi sérstaklega tónlistina eins og þú varst að koma inn á, það náttúrulega svo margt sem að hún hefur svo mikil áhrif á aðra námshæfni. Hún hefur bara bæði áhrif á bara vitsmunaþroskan og síðan bara félagslegi þátturinn, sköpunin og það svo margt annað sem hún hefur áhrif á. Þannig að það bara ofboðslega gildi tónlistarkennslu bara mjög mikið. Við erum með eitthvað kerfi og það svona stendur einhver leyti höllu fæti, en síðan eru mikla breytingar í samfélaginu. Við tölum breytingar í bara fólk kemur víðar að og fleiri nemendur sem ekki tala íslensku, sem kannski minna mál fyrir ykkur heldur en kannski leikskólana og grunnskólana. Af því að tónlistin víst tungumál sem allir skilja, á að vera þannig. En það samt breytingar í tónlist og í hljóðfærum og bara það þannig að maður myndi ætla það að kerfið þyrfti að vera alveg síkvikt og sívakandi og hafa í sér eitthvað svona sköpunarkraft sem að með langvarandi svona niðurskurð og svona fer úr því. Ég meina fólk og heilbrigðiskerfinu svolítið tala það að þau eru alltaf að hlaupa og eitthvað svona, þá endaru með því að þú nærð ekki að endur næra eitthvað neginn og þú finnur ekki lausnirnar. Þannig að við getum, það möguleiki að við missum grunnkerfin okkar þannig að þau eru bara komin á eitthvað svona point of no return, þess að þetta eru svo erfitt að við erum að missa getuna ef að menn eru alltaf í vörn. Hætt á að við séum að lenda þar í tveir skólastjórar? Ég veit ekki, ég held að við vorum að tala markmið og tilgang áðan með námi og til dæmis bara orðræðu Samtaka atvinnulífsins hvað skiptir máli í skólastarfi. Ég gerir ráð fyrir að þar sé bara mjög mikið góðu og greindu fólki að starfa, en við erum sérfræðingar í menntun. Við erum sérfræðingar í tónlist og við erum sérfræðingar í því og við eyðum lífi okkar og ævistarfi í að reyna að gera það eins vel og við getum. Og þeir eru sérfræðingar í hagsmunagæslu. Já, og hluti af vandamálinu, eins og ég var að reyna að segja áðan, hvernig við horfum á menntun. Og það bara það sem endurspeglast í þessum PISA-könnunum. Alltaf þegar kemur ykkur PISA-könnun þá verður allt vitlaust af því að við erum samkvæmt því erum við ekki að gera nægilega vel.
En þessi lönd sem hafa komið best út úr PISA-könnunum eru í rauninni að bakka svolítið út úr því að það sé markmiðið, af því að þeir eru að sjá í Singapúr, þunglindi, sjálfsvík, alls konar lýðheilsu vandamál hjá þessum hópi og við komum aftur á tónlistinni. Það er nefnilega á síðustu 20 árunum orðin alveg svakalig þróun í því hvernig við mælum hluti og þar á meðal bara hvernig við mælum hvað er að gerast í heilanum og hvernig fólk er að þroskast og það er búið að sýna bara óyggjandi fram á það sem að við höfum alltaf vitað, við sem að lifum inn í þessu, við höfum séð hluti, höfum einhvern veginn ekki getað sagt neinum frá því vegna þess að við erum alltaf dæmd út frá þeim hagsmunum sem við erum að verja. Að reyna að segja fólki einhvað þú stendur í og ætlar að reyna að kristna einhvern og stendur í prestshempunni einhvers staðar í Múmistróarlandi þá ertu ekki að fara að tala við neitt og það er svolítið erfitt að segja að við erum með betri heila við erum ekki með betri heila við erum ekki með betri heila en það sem við höfum fengið er ákveðin örvun ákveðin tímaskeið í okkar lífi og það er bara að koma mjög sterkt fram hvaða lýðheilsu og áhrif þetta hefur og hvað þetta hefur gríðarleg áhrif á þroska og með fullri virðingu fyrir öllum öðrum listum og öllum öðrum greinum að þá er tónlist einstök í þessu tilfelli vegna þess að þú fæðist bara músíkalskur þú ert í móðurkviði að hlusta þú bara heyrir þeir sem að fæðast svona nokkuð heilbrigðir líkamlega og eru með heyrn þegar þeir fæðast eru búin að vera í samtali við heiminn í gegnum eyrun á sér í marga mánuði áður en þeir koma út og við skynjum heiminn á þennan hátt og það einhvern veginn að við séum að svipta einhverja kynslóðir því að geta þroskað þennan hæfileika með sér er eitthvað sem við skiljum mjög vel að er bara mjög alvarlegt mál. En er ástandið þannig við sem að svipta heilu kynslóðirnar? Er þetta svona varnarstaða eða er kerfið í hættu? Ég skal bara segja þér. Er kerfið í hættu? Frá því að ég byrjaði sem skólastjóri á Akureyri hefur ekki verið eiginlega nein tónmenntakennsla í skólunum þar og þar er bara, og ég veit ekki hversu mikið það var þarna á undan nú er bara komin heil kynslóð af fólki sem er aldrei komist í tengingu við tónlist og þau eru byrjað að eignast börn. Þannig að ég myndi halda það hefði orðið ákveðið rof einhvern veginn, einhverja hluta vegna, ég veit ekki, Sigrún getur eflust útskýrt. Það er í gangi einhver tilraun sem við vitum ekki alveg hvert leiðir. Það að taka tónlistarmenntunina út úr grunnskólum. Hins vegar eru við á leiðinu út, höfum við áhyggjur af tónlistarmenntun og svona, ég myndi segja að akkurat núna er tónlistarmenntun rosalega mikilvæg. Nú lifum við á þeim tímum að við lifum á skjátímum, við lifum á tímum þar sem að gervigreind fer að gera alla vinnuna fyrir okkur, við lifum á þeim tíma að semulögin fyrir okkur. Já, við googlum okkur út úr vandræðunum. Nú hvað er það hins vegar sem að til dæmis það að læra á hljóðfæri gerir fyrir þig? Það gerir einfaldlega fyrir þig að þú getur ekki googlað út úr þessu. Þú verður að sýna seiglu, þú verður að vinna þig út úr verkefninu. Það er til svona autotunes á Já, vissulega. Það er falskasta fólk að byrja að gefa út plötur og syngur vel. Já, svo sem. En ég myndi segja hins vegar að þetta sé ef ég ætti að vera með söluræðu þá væri þetta mín dýrasta söluræða að gagnvart ungu fólk í dag það sem að athyglisspannið er að styttast við eigum erfiðara með að yfirstíga ef við lendum í vandamálum seiglan fyrir minnkandi þá er þetta svolítið ástæðan fyrir að ég myndi segja að ungt fólk ætti að fara í tónlistarnám fyrir utan tónlistina sjálfa auðvitað en þetta finnst mér rosalega góð ástæða. Þetta er móteitur við hraða, þetta er móteitur við svona instant gratification, þetta er móteitur við margt sem er meinið í nútímanum. Já, þess vegna segi ég hef persónulega ekki áhyggjur af okkur því að ég held að það verði meira og meiri þörf á þessu. Þetta er bara mjög góða punktur og þetta er okkur svolítið hugleikið og höfum reynda svona að miðla félagslegri nýsköpun í löndunum í kringum okkur þar sem að menn eru virkilega að búa til nýjar tengingar frá tónlistarskólunum og inn í ólík kerfi, menntakerfin, félagslega kerfið, heilbrigðiskerfið og
þau nota tónlistin sem úrræði. Við erum að tala stöðuna á ungu fólki í dag og í PISA sést að lífsánægja ungmenna þverrandi og það þurfa ekki allir sömu lausnir og með tónlistinni sem að nær einhvern veginn bara hluti eins og hjá þú sagðir, við bara fæðumst með, hún bara stór partur af mennskunni að og vinnur svolítið í tilfinningunum, hún vinnur með kjarnan í þér og hún, þetta svona ákveðin núvitund ef þú ferð í þetta, að það eru tækifærin til að nota tónlistarskólakerfi sem við eigum í svona nýsköpun til að koma til móts við alls konar hópa. Þá sem að vilja fara og leggja fyrir sér tónlist og verða einleikarar, þá sem að standa höllum fæti og finna sig ekki og það bara allar hurðir einhvern veginn lokaðar, að þú náir að gera tónlistina lífsförunaut. Og síðan fyrir alla þá sem að vilja eiga ánægilegt líf, vilja stuðla að geðheilbrigði, bara líkamlegu heilbrigði og þar er líka tónlistin líklega hvað besti lífsförunautur sem að þú getur fengið. Og þegar þú segir hvort að kerfi sé í hættu, að þá er svarið mitt já, það er já. Vegna þess að ef að fólk hugsar það langt að vilt þú að þitt barnabarn og barnabarnabarn geti átt möguleika á því að fara í tónlist eða njóta tónlistar í almenna skólakerfinu? Ef svarið er já, þá myndi ég segja að það ekkert víst að svo verði. Ekki í því formi eins og allavega kerfið sem við erum stolt af og aðrir horfa til. Og þar bara stóra málið, talandi ímyndirherfir kennarasambandsins, fjárfesting í kennurum. Við verðum að fjárfesta í kennurum og hvort sem það fyrir tónlistarskólakerfið eða almenna skólakerfið og ég held að það sé bara, maður þurfi bara að taka vinkilbeygju og þora að vera með bara þá nýsköpun í því og það mín sýn eins og þetta orðið að tónmenntakennslan og það eigi að skrifa hana inn í stefnuna og inn í þessa raðanárskrá sem fyrir tónlistarskólann. Sko þetta kerfi, það er ekki nóg, við erum líka að hafa framkvæmt áætlun til að koma því í gegn. Já, og það eigum mikið af fögrum stefnum, sko. Já, en sjáðu, en það bara ekki verið að innleiða þess. Og þess vegna stuðningurinn í því, eins og þegar það eru skólastjórnendur, tónlistarskóla, sérstaklega út á landi, sem bara farnir að sjá auglýs eftir tónlistarkennara inn í sitt starfslið. Þar þá viðkomandi í því lærdómssamfélagi og fær stuðning og örvun og næringu og ef eitthvað ekki að ganga vel og hlutirnir fara alltaf þverrandi eins og staða tónlistarkennslu í grunnskólum, þá stundum þurfum við bara að þora að vera skapandi og prófa aðra leiðir. Það þurfum við svona endurreisnar fasa núna til þess að endurreisa. Og það bara, já. Og ég spyrja þig, hvort að kerfið sé að brotna eða? Nei, ég vona nú að kerfið sé ekki að brotna og ég mig langar svo aðeins að halda áfram sem Jóhann var að segja sem svo fín ábending að tónlistarnám held ég hafi nú bara aldrei verið jafn mikilvægt og í dag. Þegar við lesum hvað að segja, allan þann vanda sem hefur bara skapast hjá ungu fólki, börnum og úlingum og út af símanótkun, óhóflegri símanótkun og samfélagsmiðlum og skjáglápi takmarkalaust og sem hefur bara sýnt sig, hefur bara mjög slæm áhrif, að þá held ég að við getum virkilega komið þarna inn með akkurat allt annað að vera semst að læra hljóðfæri og þessi seigla eins og sem svo mikilvægt að læra, þetta bara svo mikilvægur hluti af uppeldi, að það bara líf ekki þannig að þú bara fáir allt með því að pota skjá bara strax. Maður þarf aðeins að hafa fyrir hlutunum og og
já, bara allt þetta góða sem þú getur lært og þroskast á í gegnum tónlistarnám. Ég held að það sé bara alveg ótrúlega, og það sem betur, það eru alveg margir foreldrar í dag sem held átti sig á því og þess að sækja í tónlistarskólum fyrir börnin sín og hérna þannig að það eins og varðandi kennarana, að við horfum náttúrulega upp á það að það skortir kennara hjá okkur og það kemur nú til af gati sem myndaðist í Listaháskólanum þegar hann var stofnaður og það var tekið svona ákvörðun að sinna ekki kennaramyndun sem hafði verið sinnt bara prýðilega það áður og þannig að það var margra ára gat, var engin tónlistarkennaramyndun í boði á Íslandi raun og veru, allavega mjög lítil en það breyttist fyrir svona nokkrum árum, þá var farið að byggja upp sem sagt tónlistarkennar og við þurfum að vinna alltaf í því að fá ungt fólk, sem sagt unga tónlistarmenn til þess að mennta sig sem kennara líka vegna þess að það ekki nóg að vera tónlistarkennar alltaf miklu sérfræðingar á sín hljóðfæri en það ekki nóg, það kennsla líka fag að kenna og læra að kenna. Ég er að tala góðsögnina tónlistarskólana og ég nefndi þarna að það eru afreksfólk í tónlist sem að skara miklu meira fram úr á sínu sviðum heldur en nokkuð íþróttafólk hefur gert. Víkingur Heiðar bara komin á eitthvað ótrúlegt svæði og hérna Íslendingar hafa unnið Óskarinn og ég veit í BAFTA og Grammy fyrir kvikmyndatónlist og svo eigum við náttúrulega Björk og Sigurrós og það var svo þessi, maður kallar þetta svona krúttkynslóðin sem að bar svolítið svip öll músíkin að þetta væri fólk sem var að koma út úr tónlistarskólanum, kannski minna núna með þess að svona rappar á svona, ég veit ekki hvað þarna Britti Bóði Jokko, hvað hann hafi nokkuð með hann í tónlistarskóla en svo eru náttúrulega líka með Ólaf Kjaran og Kristi Sigmundsson sem voru reyndar eru náttúrulega bassar og barítónar þannig að þeir fóru ekkert í nám fyrir en að þeir voru löngu búin að missa af öllu það svo sent í þetta en það samt svona, þetta er eiginlega ótrúlegt þegar maður horfir á það og ég bara byrst velverðing af því að ég geti talið upp henni helling. Er þetta afrakstur af góðum tónlistarskólum? Viljið þið eigna ykkur þetta? Já. Ekki ykkur en ég meina fyrir kynslóðir? Tónlistarskólakerfinu, já. Það er bara klart mál. Alveg klart. Ef þetta hefði ekki verið fyrir hendi þá hefði þetta fólk bara ekki orðið það sem það er í dag. Þannig ef að íþróttarhreyfingin er að klóra sér í kollinum okkur og voru við bara með 5 á Ólympíuleikunum og svona getum við ekki gert eitthvað betur, hvernig getum við byggt upp svona afreks mennsku að þá getum við sagt við þá heyrðu gera bara eins og tónlistarfólkið, búið til tónlistarskóla og þeir náttúrulega gerðu það þetta tekur bara nokkra áratugi. Þeir náttúrulega byggðu bæði íþróttahús hringinn í kringum landið og menntuðu þjálfara. Kannski erum við að gera kannski bara miklar kröfur þetta litla land hvað á að hafa margar skoðir. Það er eitt sem að mér finnst svolítið mikilvægt. Það er þetta að því við erum að horfa á afreksfólk þarna hvaðan sprettur það. Og ég er svolítið að þeir eru búin að vera að tala svo mikið persónulegt mikilvægi tónlistarviðkvæðsviði þannig ég er að skjóta inn svona svolítið þjóðurnislegum rembingi. Galdurinn við afreksfólki er einmitt ekki að vera bestur í PISA og skipuleggja skólastarf þannig að allir verið bestur í PISA og það er það sem við erum séð í tónlistarskólakerfinu. Það er mjög fjölbreytt og fólk að byrja í einhverju lúðrasveit þarna og einhver byrjar á fiðlu og einhver hjá einhverju píanókennar og svo einhver rockhljómsveit hérna og það er bara verið að vinna með einstaklingana og það sem er verið að vinna með er að leyfa þeim að þroskast út frá einhverjum innri neista sem þeir hafa og ég tek sem dæmi bara í gamla skólakerfið og það er það sem að varð til eftir fyrri iðnbyltingu og það sem að samtök atvinnulífsins er að tala það er það gamla skólakerfi var byggt upp til þess að búa til lækna og lögfræðinga og svona mikið af einhverju fólki til þess að bera hluti og svo framvegis og svo þróast samfélagið og við bara lærum meira og það sem þetta hafði í för með sig þegar þetta var sett svona upp eru alls konar vandræði fyrir stærstan hluta af fólki sem fyrir grunnskóla eða fór í grunnskóla á þeim tíma það var aðalmarkmið grunnskóla fyrir 40 ári síðan að allir nemendur sem byrjuðu í 6 ára bekk yrðu læknar eða lögfræðingar og það var bara kennt þannig að þeir sem ekki urðu það, þeir bara urðu eitthvað annað en það er það sem að tónlistarskólakerfið hefur gert og ástæðan fyrir þessu afreksfólki í tónlistarskólakerfinu er að það er verið að sinna öllum sem inn koma út frá þeirra eigin
óskum, hæfileikum, þrám og svo framins og vinna með þeirra styrkleika af því að við erum með þau mano a mano bara í tímunum, við kynnumst þeim og við vinnum með þeirra og þá ekkert mál að gera frábæra hluti og hinir sem eru síðan á toppnum, þeir koma. Við byggum það ekki til. Þeir voru bara að bíða eftir að fá þessa örvun. Kannski það bara söguleg heppni að tónlistarskólanir 63 eru svona formaðir á tímabil þar sem að þessi trú var að taka yfir að samfélagi myndi byggjast best upp ef að við myndum öll bara leita að okkar leið og þroska okkar hæfileika á meðan að við höfum sumleiti mist þetta það sem áægilega að bara við eitthvað þykist vita hvernig samfélagi að vera og alltaf svo bara framleiða fólk til þess að búa til það samfélag. Þannig að við erum komin í miðstýringa tímabil það byrja á bakendan framtíðin miðstýrð frá samtökum atvinnulífsins. Herðu, gaman að fá okkur hérna að tala tónlistarskólana, Hjörleifur, Júlíana, Sigrún og Jóhann. Ég byrst afsökunar þess að þetta bara ég ferði þetta svona í vitlausar röð hérna og var háður blaðinu, byrst afsökunar því. En þetta eru lokin núna, við vorum í vikunni með smá yfirferði yfir skólakerfið okkar og tókum bara hvert skólastig fyrir sig, vorum með leikskólan og framhaldsskólan og grunnskólan og núna síðast tónlistarskólana. Við munum halda áfram umfjöllunum menntamál hérna eins og við höfum svolítið mikið gert hérna við Rauðaborðið með einhverjum öðrum formi seinna. En framöndan allt annað mál, ég skipti yfir í næsta kafla. Allt það besta ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman.